Það búið að vera svo mikið að gera hjá mér. Ég í alvörunni svo fucking búin að því. Okay. Ég svo hrættum að þetta verði ekki alltaf leiðilegu þáttur. Því ég held ég sé að fara að vera frekar neikvæð. Ég með hausverk, ég ógeðslega þreytt og tala mér að koma heim á eftir og hún var eitthvað svona, ekki örugglega hreint? Og ég var auðvitað bara, jú, það náttúrulega ekki hreint hérna, sko. Jú, af hverju sagðir þá jú? Því ég ætlaði að taka til að hún myndi koma. En svo bara hef ég ekki tíma í það. Það ekki eins og ég sé búin að kjósa að chilla frekar. Ég bara literally búin að vera á haus. En Já, byrjum þetta bara. Byrjum þetta bara. Er Elva og Lovísa að fara að vera frægar? Já, hjartans, þakkir. Ekki? Jú, ég spáði hvort við ættum að vera alltaf með shoutouts, svona random shoutouts í byrjun á hverjum þætti. Getur verið bara hvað sem milli heims og jarðar. Já, ég vil sérst shoutouta ekki mannesku. Það kemur því seinna. Ég ætla að shoutouta hérna lyfið sem ég var að byrja á daginn, Doxilin, af því ég er búin að vera eins og íkotni með hundaæði síðustu vikur í andlitinu. Ég var með svona perioral dermatitis. Það eru íkotnar með hundaæði þannig. Þú veist, ég var bara, það var eins og ég væri bara lappandi kynnsjúkdómur eða eitthvað, sko. Þú veist, ég var ógísleg. Ég var með svona rauð útbrot hérna í kringum, þú veist, nefið og munnin og svo var þetta komið, þú veist, undir augun á augnlokin og svo var þetta komið á ennið og það var bara eins og ég væri bara eitthvað Walking Dead karakter, sko. Which is just great. Þú elskar góð lyf. Ég elskar lyf, já, það er alveg rétt. Ég myndi bara taka lyf við öllu. Ég veit það. Ég er ekki þannig. Nei. En þá ætla ég bara að gefa Huldu frængu shoutout. Já. Lyfjafræðingur. Hversu gott er að vera með lækna og lyfjafræðinga on call. Literally. Það er gott shoutout inni, sko. Þá ætla ég beint yfir í að shoutouta sonennar sem að gera alla grafíkina fyrir okkur og við bara vorum algjörðu fátar og glemdum að minnast á það í fyrsta þætti. En þið getur fundið Instagramið, undir okkar Instagramið, ég er búin að vera að taka hann í allt og ef eitthvað vantar eitthvað verkefni að þá er hægt að heyri í honum held ég, hann er mjög busy en það allavega, við viljum bara að þið vitið að hann ger þetta. Hann er ógeðslega flinkur. Hann er það. Þurfum ekki að íkja það, eða þú þurfum ekki þetta. Nei, þú veist hann er það. Mjög flinkur og geggja að geta bara keep it in the family, sko. Svo ætla ég líka að gefa Hönnudís shoutout af því að svona korter eftir að þú sagði góða hlaðvarpið þá var ég búin að senda á hana og brainstorma með henni, búin að gefa mér svona 5 klukkutíma af lífi sinu bara ég að ræða þetta fram og tilbaka með mér og peppa mig í þetta allt saman. Þannig að shoutout á Hönnudís Gestsdóttur. Ert þú með einhver fleiri shoutouts? Já, auðvitað, ég held bara að þetta ekki reitt. Nei, það má alveg vera mörg. Ok, ég ætla að shouta þetta á alla þá 1500 plus sem eru búin að follow okkur á Instagram, because what the hell is that, sko? Nei, í alvörunni, hvað er í gangi og ég svona low-key þólið ekki, veistu okkur? Nei, veit ekki okkur. Þetta er bara sanna punktin, þetta er bara sanna punktin í þætti nummer 1 að þú sért svona fræg. Clock it. What the hell? Ég er alveg með svona smá, svona survivor skilt, fattaru? Og það er fullt af fólki sem er með podcastum úti, skilur, sem er kannski bara búin að vera að dreita út þáttum hér og þar. Já. Og svo komum við, hendum einhverju smá út á samfélagsmiðla, við erum bara að nálgast 2000 fylgjendur og við erum ekki svona búin að setja út þátt, sko. Þannig ég er bara svona, við fólk er alveg, wow, þú veist, og ég er svona skammast mín, ég er svona, já. Eða þú veist, að því ég skildi ekki. Nei, ég skildi ekki heldur, en samt á sama tíma þá þarf maður líka að vera bara svona, okay, we did that, skiluru, og við kunnum að gera þetta og líka bara, shoutout á alla vinkonur þínar. Við þurfum líka að taka fram að ég er millennial og þú ert Gen Z. Köttið er á milli okkar á sem 3,5 ári og það er ekki til í mér að geta senda á vinkonum mínar að setja í story. Það bara er ekki til hjá mér. Svo er eitt special shoutout, við munum aldrei gleyma þessu af því að þetta er fyrsti styrktaraðilinn okkar fullkomið fyrir hátíðarnar, finnst mér, af því að jafnvel þótt að við séum að fara að tala eina sögu þar sem að systir mín undir áhrifum að þá drekk ég mjög lítið, mjög sjaldan. Jú kláraði kvótan hérna, sorry. Hvað varst að segja? Mátti ég ekki segja það? Jú. Ég sagði bara að þú kláraði kvótan hann árið. Hann árið, ég hef alveg gert svakalega glóriður undir glasinu. Lofís að töfra maður. Undir helvits glasinu. Það er einmitt ástæðan fyrir mér finnst ekkert næs að drekka því að ef ég fer yfir strikja þá bara aldrei eins virði, þannig að ég mæli með að fólk eigi törst til dæmis
í jólabóðin, í áramótapartíið. Það geggja líka að gera ráð fyrir fólki sem vill ekki fá sér en vill samt skála og vill vera með í fjörinu. Og næst ætlum við að skála af því að ég er að fara að finna þetta hérna úti hjá mér og þú ert að fara að heimsækja þau í heilsöluna. Hvar hérna fæst þetta í Ameríku? Í Whole Foods held ég. Ég hef séð þetta í Whole Foods í New York en ég þarf að finna þetta hér, þannig ég er að vona að ég finna þetta í Whole Foods en þetta á að vera til. Okay. Og þetta fæst náttúrulega í Krónunni heima. Já. Og örugglega bara allstaðar, er það ekki? Það fæst bara held ég allstaðar, sko. Já. Þannig, go get yours. Og aldrei gleyma því að Törst er fyrsti styrktaraðilinn okkar. We love you. Thank you so much. Hjartans þakkir. Það er mjög ríkt í sögun okkar að þú segir mér að ég enga vinkonur. Ok, ég ætla samt að segja, ég sendi þetta alveg á einhverja skilur, þú veist, að setja í story ef þau vildu, ég var bara svona no fucking pressure, en ég veit líka að það eru, þú veist, ég á líka bara þannig vini, þú veist, það eru mjög margir sem hefðu postað þessu bara í story þótt ég hefði ekki svona beðið það, sko. Ég veit á, en það er líka svona, þú veist að þeir eru kynnslóð þegar að þið settu myndir á, ég man ekki Facebook, örgulega Facebook, að þá voru alltaf 90 tögg á hverja mynd, það var bara búið að tegga alla vini sína, manstu, þegar þið voru að byrja á Facebook. Ok, mér á bara ekkert í að hafa taggað 90 manns þegar þið voru að posta mynd á Facebook, sko. Nei, en ég er að tala um svona þinn, þú veist, ég man svona allavega 99, þú veist, ég man þegar ég var með hérna, þegar ég var, hvað heitir það, flokkstjóri, og þá var ég alltaf bara, hvað er í gangi, af hverju eru, þú veist, eitthvað selfie og það eru 75 tögg og það var bara búið að tagga alla bekkinu og allan árgangin í þú veist, bæjarfélaginu. Bara svo fyndi svona munurinn á milli bara árganga með svona tengt samfélagsmiðlum og alls konar svona, þú veist, ég myndi í alvörunni ekki senda á, gæti alveg gert það, en mér þætti það ógeðslega óþægilegt. Og þú veist, eins og ég sendi ekki svona Telmu, bestu vinkonu mína, en hún eitthvað, þú veist, deildi sjálf, þú veist, algjör dúlla og ég gæti ekki beðið hana um það. Þú veist, ég bara svona, mér finnst það ekki rétt, eða þú veist, mér finnst það eitthvað ógeðslega vandrarlegt. Okay. En ég held að það sé miklu auðveldara og miklu svona, ég veit ekki, meiri skilningur fyrir því hjá, þú veist, yngra fólki en mér. Þú veist, alveg já, auðvitað, þú veist, bara no biggie, skilur. Já. Bara eitthvað sem maður gerir. Eða eins og mamma sem maður deildi úr close friends hjá mér og þess vegna þurftum við að henda allir prófum í ganga því að já, literally. Það var reyndar mér að kenna því að þú veist, ég var ekki alveg nóg skýr og sett í close friends og ég var bara að meina, þú veist, að samfélagsmiðlarnir var svona tilbúnir þannig að ég var svona að byrja að setja eitthvað innar en ég var ekki nóg skýr og Urður og mamma deildu í strax og mamma deildi screenshot úr close friends hjá mér þannig að mamma er á hálum ís að detta úr close friends. Nei, sko, þú veist ekki hversu margir sendu eitthvað á mig út af því að ég var náttúrulega ekki búin að segja neinum frá þessu og svo fer ég bara eitthvað í bað og er að dunda mér og svo bara opna í síman og það eru svo margir búin að senda mér eitthvað og ég held að það væri eitthvað groundbreaking búin að gerast, skilur, bara eitthvað að Trump hefði verið skotin eða eitthvað. Oh, my dream date. Cute, that's my dream date. En, nei, er það ekki bara allir bara, hvað er í gangi? Ég bara, já, it's out there. Jú. Selibukef, loksins mainstream. Þannig já, nú er allt í enn ekki bara 10 manns að vera að hlusta. Oh my god, já, við tókum upp fyrsta þáttinn áður en að við settum þetta allt út og svolítið fyndi að hlusta á hann. Þið verður eitthvað svona, bara fólk sem þekkir okkur, svo er ég bara eitthvað, oh my god, þú veist, liðið sem er að followa, sem er, þú veist, ég stundi bara eitthvað, Guð, er þessi að fara að hlusta? Guð, er þessi að fara að hlusta? Þú veist, ég hefði, Guð, þessi vinnur í þessum grunnskóla í Keflavík, er fólk að fara að tala um okkur á kaffistofunni, skilur við? Lúsa, það verður mín, sko, my biggest nightmare er að fólk í vinnunni er að fara að hlusta. Ég þorði bara að mæti vinnuna á mánudaginn af því að þú veist, þetta fór í loftið þarna á sunnudaginn. Ég var bara, fuck, please enginn að spyrja mig. Og ég var alltaf vandræðileg við henni, hvað er þetta annað falsfréttir? Ég bara, já, meitt svona það. Þú veist, ég veit ekki hvað ég að segja, sko. Já, sko ég allavega á TikTok og ég náttúrulega bý náttúrulega ekki á Íslandi. Mér sko líður eins og ég sé bara að setja þetta bara í svona, ekki eins og close friends. Mér líður eins og ég sé að setja þetta bara á eitthvað algoritma í Suður Afríku þar sem að enginn þekki mig, sko. Ég ímynda mér bara, þú veist, svo ég hafi kjarkin í að setja þetta út að þá hugsa ég bara eitthvað, það er enginn að fara að sjá þetta, skilur. Og síðan kemur allt í einu bara eitthvað, þegar ég var einhvern tímann að grínast í kallaði krakkana, eða krakkaskítanir og eitthvað fíblast. Og það er svona augljóslega djók að þá fæ ég bara message frá ömmu Goggu. Bara viltu gera svo vel að kalla þau ekki þetta? Og ég alveg, já, fyrirgefðu, þetta var bara djók, ég hefði ekki átt að gera þetta. Oh my god. You have eyes on you everywhere. Ég var líka einu sinni í vinnunni, Losa, og ég satt á
borði í kaffistofunni og þú veist, ekki með fólki sem ég vanlega með og þar voru bara eitthvað miðaldra konur að tala hann að Lovísu á TikTok, hann sem býr bara, þetta þáttur heim í New York, skilur, þetta var í fyrra eða eitthvað og ég sat þarna bara að hlusta á þær tala þig, þú veist, mér fannst vandra alltaf að vera eitthvað svona, já, þetta systir mín, af því ég var ekki svona partur umræðinni, þannig ég var bara að hlusta, mér var svo fyndið að vera að hlusta á fólk tala Flóka og Marel, skilur, og Sölu, bara eitthvað svona frændsystkini mín, skilur, sem að mér finnst ógeðslega skrítið að fólk þekkir. Já, líka, þú veist, út af því að bara best að tala þetta strax. Já, komum þessu bara að borðinu. Ég ætla að reyna að tala sem minnst þau í þessu podcasti, því að ég veit að fólk hefur alveg svona, þú veist, sína skoðanir á að maður sé eitthvað að setja þau í loftið, þannig bara svona líka, þetta TikTok líka bara búið að springa, þú veist, þetta áttu bara eitthvað krútlegt og fyndið og eitthvað svona, þú veist, ég byrjaði bara að deila þessu svona eitthvað fyrir mig og svo bara svona, komið svolítið, þú veist, það er alveg creepy núna, þannig ég er alveg að minka þetta vel og líka, þú veist, fólk upplifir kannski að ég sé bara alltaf með, þú veist, síman í andlitinu en ég er aldrei, þú veist, eitthvað svona, ég hef aldrei beðið að segja eitthvað aftur eða aldrei beðið að gera eitthvað svona, þú veist, nema eitthvað sem að, þú veist, þeim finnst, þú veist, þess að Flóki er náttúrulega bara, eins og þú veist, hann er mjög vanur í að já, mér langar að senda þetta og getur þú sendt, mér langar að sína og við líka því við búum í Bandaríkjunum að langt í burtu að þá hefur það bara verið frá því að hann var 2 ára bara eitthvað svona, já, sýndu þetta, skilur bara svo að þið séu líka partur á okkar lífi, þú veist, fyrst og fremst þess að senda á okkur, skilur. Já, og líka, þú veist hvernig það er að tala við á FaceTime, það er ekki hægt oft þau bara nennaði ekki neitt, skilur og reyna að fá þau til að sína eitthvað, þú veist, ef að ég ætti eitthvað svona, já, sýndu hvað varst að gera í skólanum, þá er hann bara nei, I'm not in the mood, skilur þannig að, þú veist, oft þarf ég bara að grípa það þegar hann er eitthvað, þú veist, komin heim og er að sína mér og bara svona, ok, má ég taka þetta upp til þess að senda á ömmu afa, en svo er það líka bara svona, ég veit ekki, ég er svona alveg stressuð, þú veist, verður þetta eitthvað nota gegn þeim, en svo á sama tíma þá hefur þetta líka gefið okkur svo ógeðslega mikið sem að, þú veist, ég hef verið að nota, þú veist, eins og öll svona samstöru, það bara þegar ég sér svona, þú veist, skemmtunarsjóð, skilur ég okkur, gerum eitthvað svona, þú veist, fórum í ferðina til LA, skilur bara, við hefum ekki getað það nema af því að ég er að þéna eitthvað smá aukalega og þú veist, eins og við keyptum eitthvað svona áskort í Santa Cruz og eitthvað svona og það er bara allt eyrnamert, þú veist, í þennan sjóð, skilur sem að, þú veist, við hefðum í alveg ekki getað gert nema af því að ég er eitthvað aðeins búin að vera að fá aukalega og já, það sem ég ætlaði að segja með, þú veist, ef að fólk er eitthvað að, þú veist, gera grín eða eitthvað svona, tökum Flóka bara sem dæmi. Sorry, ef eitthvað gerir grín að Flóka, ég er að fara að meiða þá manneski bara líkamlega. We ride at dawn, sko. Ég er ekki að grínast. Já, en þú veist, þá er það líka, þú veist, mér að kenna, skilurðu, sem ég skil alveg. Innan gæsalappa. Ég er ekki að líka svo alveg saman. Við fórum nokkur sinnum í eitthvað svona auglýsingamyndatökur fyrir Kóta. Heldur að það hefði ekki gert grína á okkur eða gert grína mér í skólanum fyrir það, þú veist, bara eitthvað. Lóisa, same. Já, ég er að segja, þú veist, og er það ekki bara character building eða, skilur, þú veist. Jú, það er ekki. Ég er ekkert eitthvað í dag, eitthvað grenjandi í mömmu, eitthvað, hvað varst að láta okkur fara í hensongalana fyrir Kristín í Kóta, skilur. Bara, I would do it again, sko, in a heartbeat. Henson, viltu sponsora? Við getum verið hensongal alltaf í podcastunum. Já. Það er smá lore með Henson sem að, if you know, you know. En ég nefn ekki að fara út í þá sálma núna. Ég veit ekki svona hvað lore er, to be honest. Bara svona eitthvað svona backstory, þú veist, sem að fólk veit ekki, eða ef það veit það, þá er ég að meina, þú veist. Er það eitthvað neikvætt? Mamma getur sagt þér allt þetta. Damn. En ég ætla að segja til þess að loka þessu bara, líka bara út af því núna erum við að byrja eitthvað podcastið, ég veit ekki alveg hvað ég stend með TikTok in general, en ég skil alla sem að dæma þetta eitthvað, en á sama tíma þá á þetta bara að vera jolly og skemmtilegt. En já, þetta er líka bara búið að springa þannig að svona, ég veit ekki. Ég meit punkt. Ég þoli ekki fólk, held ég bara svona yfir höfuð, einhvern veginn. En ég sá TikTok á hann, það sem að gæla er bara svona svo fucking, by the way, má blóta. Ég er alltaf að fara að blóta. Ég bara, við ættum að æfa okkur að reyna að blóta minna, held ég. Ok, það er ógeðslega pirrandi hvað fólk getur verið, in my opinion, asnalegt. Þegar kemur á kommentum á TikTok, sérstaklega TikTok, að því að þú veist, gælan var að tala bara eitthvað svona, fólk er alltaf eitthvað svona að kommenta á bara eitthvað svona hvað hinn og þess er að gera. Ef að það er eitthvað að gera bara eitthvað, come with me to bake blueberry muffins eða eitthvað, ég man ekki hvað dæmi hún tók. Þá er alltaf eitthvað mættur í kommenti bara eitthvað, I am deadly allergic to blueberries.
eitthvað svona, bara ok, Svona what about me? þetta bara svo asnalegt, þú veist, ok, í fyrsta lagi, ef þú ert dauðans matur við það að fá þér bláber, ekki þá gera blábera muffins Já. og ekki þá horfa á heilt vídeo sem tilengrað því að búa til blábera muffins, en ef þú vilt horfa á það, slepptu þá bara bláberunum í muffinsið, skilur við. Svo ef ykkur eitthvað svona ósammála því að þú sért eitthvað að búa til TikTok með börnunum, af hverju sá aðili í fyrsta lagi að horfa á þessi vídeo, þetta fer svona fyrir brjóstöðum, og í öðru lagi að kommenta það, þú veist, farðu þá bara og horfðu á fólk sem ekki að gera TikTok með börnunum sínum. Ég fer alveg fram og tilbaka, þú veist, ef að mér finnst ógeðslega erfitt ef að fólk með það viewpoint að ég sé eitthvað að stefna í mig einhverja hættu, þú veist, fólk að pæla sem með AI og svona, en það þarf bara eina mynd af börnum, eina mynd af hverjum sem til þess að gera eitthvað AI ógeð úr því, og þú veist, ég þekki 2 eða 3 stelpur sem að þú veist hafa passað frá day one, skiluru, að það sé enga myndir af börnunum sem á netinu, og þá ég í sama flokki á allar hinar eiginlega, þú veist, af því að það þarf ekki meira, og ég ógeðslega passív með þegar það ekki hægt að finna út, passa að sjáist aldrei í nafnið á skólanum þeirra, þú veist, allt svona, þú veist, en svo líka það má ekki missa sig í þessu öllu. Ég þoli ekki hvað það er mikið svona fearmongering og svona hræðslu áróður alltaf í heiminum. Af hverju ætti ég að vera eitthvað að láta eitthvað svona trufla mig of mikið að passa að fólk með ekki vita hvað ég bý, þegar eiginlega allir sem horfa á þetta á Íslandi, og eins og ég er búin að segja einhvern tímann fyrir löngu að ég fekk einhvern komment bara eitthvað, ertu bara að sýna inn í íbúðinni henni, eins og fólk ætti bara, þú veist, ef einhver með tíman til þess að fara inn á Street Easy eða eitthvað og reyna að finna nákvæmlega út hvaða íbúð ég bý í New York, þá sagði ég bara, og það ert Íslendingur að þessu, að því að bara hverfandi líkur einhver útlendskur sé að reyna að finna út úr þessu, að þá er bara, sendi á mig, komið í kaffi í alvörinni. Og líka þetta bara einhver, í þessu tilviki var bara einhver stelpa örugglega í Reykjavík eða þú veist einhvers staðar út á landi. Af hverju ert þú komin þangað í hausnum á þér að þetta sé eitthvað issue? Ég með nógu mikið kvíða, sko, within my own head, að ég skil ekki fólk to the point að ég verð actually pirruð út í fólk sem hefur skoðun á öðru fólki. Þú veist, það ástæðan af hverju ég get ekki eins og hlustað á pólitík eða hlustað á okkur tala pólitík, að þetta svo mikið að skoðunum á hinn og þessu, skilur, þú veist, af því að það ekkert eitt rétt, finnst mér. Nei. Þú veist, þetta hendar þessum og þetta hendar hinnum, skilur, en mér langar ekki að tala pólitík, ég veit ekki jack shit pólitík, sko, en ég bara svona meina, ég meika ekki, þú veist, ég hef sterkar skoðanir, en ég ekki. Þú getur alltaf komið á móti með eitthvað annað. Ég bara segja, þú veist, þetta it goes both ways, skilur, þú veist, mér finnst alltaf vera bara ein hlið á öllum málum að kommenta. Ég bara, mega allir ekki bara hafa hlutina eins og við vilja hafa það og eins og fólk sé að kommenta það. That's what I say. Þú veist, við fæðumst og svo deyjum við. Let me live, literally. Ég þola ekki þegar fólk Ég ætla ekki eitthvað að fara að ræða þetta í þætti 2, en kannski bara svona fínt, þú veist, kannski vill fólk eitthvað vita hvað pælingar ég með, en bara svona in general, þá ég líka bara svona á einhverju smá vegferð sjálf að bara finna mig aftur, og TikTok hefur að hjálpa mér ógeðslega mikið í bara svona, fólk hefur líka bara eitthvað gaman að hlusta bara á mig. Já. Og líka ofta alveg bara svona mest random pælingar eða mest random vídeo sem ég seti inn, fæ bara mestu kommentin, og þú veist, ég myndi aldrei vera eitthvað alveg, þú veist, það er enginn að horfa á þetta, nú þarf ég að posta mynd af krökkunum, það er galið. Ég posta bara ef það er eitthvað fyndið sem gerist í lífinu, og jú, kannski eins og Halloween eða eitthvað svona, þetta basically bara lífið mitt, og jú, lífið mitt mjög mikið krakkarnir, en það líka bara að minnka núna, þannig að bara svona, þú veist, og svo veit ég ekki, þegar við flytjum til Íslands, þá mun ég örugglega bara skröbba þetta allt, skiluru, þú veist, bara svona svo fólk geti ekki púlað þetta eitthvað upp gegn þeim ef þau eru komin í skóla á Íslandi og eitthvað svona, en jú, fólk mun kannski muna eftir þessu, og Flóki hefur engar áhyggjur á honum, af því að hann byrja alla mótna bara að horfa sér í spegli, bara ég er snillingur, ég er genius, og það er eiginlega svona vandamálið að við þurfum svona aðeins að dampa niður, sko, svona koma niður á jörðina, þannig að já, þú veist, ég vil alltaf hrættum ef hann væri bara eitthvað leður í einelti út af einhverju svona, skilur, eitthvað sem ég í rauninni, þú veist, setti út sem að hefði geta sleppt, en á sama tíma þá vill ég líka bara alveg sterkan einstakling sem að getur bara sagt bara, já, ég er ógeðslega fyndin og ógeðslega skemmtilegur, þú veist, ef þú vilt ekki vera vinur minn, þá bara you're lost, skilur. Já. Og það er í rauninni markmið með TikTokinu, bara að allir sjáu að ég eigi skemmtilegustu börn í heiminum. Ég held að markmiðinu sé alveg náð, sko. Já, og þannig ég ætla bara að setjast í helgan stein og hætta á TikTok. Já, en já, ég ætla að bæta við það sem ég var að segja með að, þú veist, allir með að hafa hlutina eins og við vilja hafa þá.
ég ætla að koma með smá side note, svo lengi sem það er siðferðislega rétt og þú ert ekki raðmorðingi eða eitthvað skilur, ég er ekki að segja bara eitthvað að fólk sem vill vakna á mótnana og drepa eitthvað, það má það bara skilur, þú veist, eða fólk sem vill, þú veist, halda framhjá eða eitthvað svona þannig, þú veist. Bara ekki vera fáviti og inn í fáviti er, þú veist, rasisti, já, framhjóldari, umulöfi konur, umulöfi hvert sem er, vera góð manneskja og það er ekki flókið, finnst mér, en það lítur út fyrir að sé mjög flókið in this day and age, fyrir mjög marga. Og þú veist, ég veit að fyrir svona 500.000 manns er ég örugglega einhver fáviti, sko. Já. Það er þeirra skoðun. Ég er ekki að fara að mæta og kommenta undir TikTokin þeirra eða vera bara eitthvað krefjast útskýringar eða eitthvað þannig, þú veist, ég get verið fáviti og I know it, sko. En fólkið sem stendur mér næst finnst ég ekki verið fáviti og that's the only thing that matters to me, sko. Ok, en samt út af því að fáviti er líka svolítið svona, eða þú veist að því þú segir og geti verið fáviti, ég var að hugsa bara í morgun að til þess að fólk geti kynst okkur aðeins og líka bara svona svolítið, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýri þetta, en við erum alltaf alin upp af 2 á gamla skólanum. Mamma og pabbi, og mamma er alveg svolítið alfa og pabbi líka. Já, ég myndi að segja, það er bæði bara. Já, og þannig að þú veist, við höfum alltaf verið bara frekar svona, ég veit ekki hvað ég að segja, við erum svolítið kokki Keflvíkingar, þeim ertu ósammálaðið að kokki Keflvíkingar er sem bara eitthvað svona, ef að fólk er í íþróttum og sérstaklega í körfubolta þá bara þú veist, ég var alltaf heilt bara hvað Keflvíkingar er svo kokki, skilur. Já. En allavega, svo langar mér bara að segja að því að við endum síðasta þátt á að vera, að þú segir eitthvað með haters eitthvað svona, sko. Nei, ég er bara brosa því að ég bara, þegar þú segir my haters, ég veit bara. Það hljómar eins og við séum ógeðslega problematic týpur, en það sem er erfitt við okkur er að við erum svona no bullshit týpur og leið og bara svona, leið og einhver er í bullinu og er eitthvað svona two-faced eða þú veist, gera eitthvað sem ágefur að gera og enginn ætlar að segja eitthvað, þá erum við alltaf týpunar sem segjum eitthvað. Er það ekki? Jú, ég veit ekki hvað það er í uppbyldin okkar, en það gerist ekkert á minni vakt, sko, sem er eitthvað óréttlátt, sko, literally. Og svo er líka, sko, ég var alveg lent í því að vera í liði með manneskju sem að ég veit ekki hversu djúpt ég á að fara í þetta. Já, bara þú ert að opna, sko, rosalega stórt box eða þú ert að fara að tala um að vera í liði með mannesku. En þú veist, leið og einhver er að vera svolítið phony, eða þú veist svona, og ég sé í gegnum það og fólki sem að ég sé í gegnum sér að ég sjá í gegnum það, þá byrjar alltaf að nötra og það er ekki mér að kenna að manneskjan sé að vera svolítið spes og ég sé að það sé að hafa slæm áhrif á aðra, þannig að mér langar að passa upp á, þú veist, eins og í þessu tilviki voru það, þú veist, kjúlar í liðinu, þú veist, litla stelpur í liðinu sem að var svolítið verið svona að influensa svona á rangan hátt og þannig að ég bara eitthvað svona, ok, þú veist, ég fór ekkert eitthvað inn til stjórnarinnar eitthvað með eitthvað mál, en ég var samt svona svolítið on edge og þegar mér fannst það að vera of mikið að þá fór ég svona að biðja aðra að hafa augun opin fyrir þessu og þetta endaði í flugeldum inni þegar 4 mínútur eftir einhver leik að þá misti þessi aðli vitið á mig, eða þú veist bara svona langar bara einhvern veginn að útskýra fyrir fólki að ef einhver þolir okkur ekki á núti þá eru mjög mikla líkur á því að þá aðli hafi lent í okkur að því að við svona we call them out. Er einhver að sjá þetta? Já, svolítið svoleiðis, svona við svona sáum eitthvað þarna en það skulle passa ykkur sko ef þið eru eitthvað, Nei, og svo er þetta sko alltaf þannig situation að við sjáum eitthvað sem að svona 400 aðrir sjá og það eru allir í eyrana á okkur, bara oh my god, já, saman, bla bla, en við erum einu sem segja eitthvað. Ef þið eru þannig típa, ef þið eru í eyranum á eitthvað sem þið vitið að þú eru að segja eitthvað, þegar sá aðli segir eitthvað, ekki ennþá vera með munnin lokan, please, þú veist, og ef það eru fleiri en einn, allavega bara svona, já, við erum sammála, segja allavega að við erum sammála, þú veist, ekki sitta eitthvað svona eins og þið hafa aldrei sagt jack shit, það fyrir töðan á mér, þú veist, að vera bara það mikill follower og vilja eitthvað breytist en síðan, þú veist, þegar einhver er að reyna að hjálpa ykkur að láta það breytast, að segja það ekki neitt. Já, allavega. Já, Erum við búin að útskýra svona hvernig týpur við erum svona í grunninn? Við erum bara alfa female. Ói, nei. Jú, er það? Ég er alfa. Ég er ekki alfa held ég. Þú heitir næstu alfa. Ég er það mikið alfa að ég heiti næstu alfa. Ef ég klippi þetta líka. Við frægust alfa. Frægust, alfa, fullkomin.
En veistu hvað ég er ekki? Hvað? Ég er ekki klár. Can't have it all. Sko, Ég er það ekki. veistu hvað er toxic trait hjá mér? Ég er ógislega street smart, ég er ógislega svona klár á ógislega marga hluti Ég er að tala um, á bókina. í skóla. Mamma, ég veit ekki af hverju en mamma og pappi halda að ég sé ógeðslega klár örugglega bara því að ég var í auðvöldum grunnskóla. En ég er það ekki. There, I said it. Nú veit það allir, ég er heimsk. Nei, ég er það ekki. Ég kom með eina háskólagráðu. Já, ég er ekki komið háskólagráðu. Það, fólk fólk þurfti örugglega ekki meira en einn þátt til þess að heyra að við séum ekkert eitthvað beittustu hnífarnir í hillunni, tjók. ég ger þetta mjög mikið ef að fólk, þú veist, heldur að ég sé að segja málsætti eða eitthvað svona vitlaust, þá er það eitthvað húmor hjá mér. Fattari, það er beittustu hnífurinn í skúffunni en ég segi stundum beiglaðasta skeiðin í hillunni og mér finnst það fyndið. Já. Ógeðslega fyndið. Það kasti. Ég veit, ég sé það. En já, ok, ég ætla samt að segja að ég er ekki heimsk. Nei, það má ekki tala svona. Ég tala ekkert svona sjálf með heldur, skilur við. Ég vil líka segja að við vorum bara svona að útskýra hvernig típur erum og ég held að fólk þekkja alveg þessar típur sem að þú veist er svona no bullshit típa en það þýðir ekki að fólk þurfa að vera hrætt við okkur ef að vill eitthvað, þú veist, vingast við okkur eða eitthvað svoleiðis. Við erum líka bestu vinkonur í heimi, vill ég meina. Ef að þú ert on my good side þá er ég geri allt fyrir þig og ég sko nú með vinkonum mín að hlusta af því að ég verð physically móðguð og óglatt ef einhver myndi að gerðist einu sinni að vinkonum mín flutti hús og ég vissi ekki hvernig eftir á og ég bara eitthvað ertu fáviti af því að ég hefði komið á sko 10 tíma vakt að hjálpa fólk að flytja að hjálpa fólk að mála svona, og ég elska svona acts of service skilur, það er bara mitt love language þannig að ég myndi skilja húsið mitt eftir í sko næstu í brunarústum og fara að hjálpa vinkonum mínum að gera eitthvað skilur en svo bara reyndar bara, þú veist, ég náttúrulega bíl líka í langt í burtu og þú veist, þetta var eftir vegna spötna og svona, þannig að fólk myndi kannski ekkert heyrast en strákar heyrast alltaf, þú veist, með eitthvað svona og ég líka myndi kannski ekkert heyri í vinkonum mínum að hjálpa mér að flytja en þær myndi örugglega alveg gera það, skilur ég veit ekki, pæling bara en já, þannig að fólk þarf ekki að vera hrætt við að vera vinkonur okkar því að við myndum bara call you out, það er bara svona ultra fávitar sem að fengi orðið eira frá okkur eða við svona, þú veist if you piss me off, þá máttu vera hrætt sko. Já, en það þarf alveg mikið, þú ert ekki að tala bara eitthvað piss me off með að þú nerraðir hliðin á þér, skilur það var samt einn gaur sem var að banka klóstið á Petersen hjá mér daginn. Já, ég sá það. Já, hann fekk orðið í eira. Já, orðið í eira, hann fekk bara misti hljóðheimurina. Það er alltaf bara besta vídeo í heiminum. Nei, Elva, ég var í andlegu þegar ég horfði á þetta, ég skammaðist mér smá fyrir því. Ekki ég, þetta er án jokes, það finnast það sem ég hef gert í lífinu. Ætlar að posta þessu myndbandi á Facebook-grúpum? I will, sko, þú veist, ef það kemur að því. Getur þú blörrað gaurana og posta þessu? Ég get að blörra gaurana þegar þeir voru literally. Og þetta er svo fyndið, út af því að þú veist. Getur þú lýst þessu fyrir hlustendur af því að þeir sjá ekki hvernig sko, svip þú varst að gera? Ógeðslega fyndið. Líka bara því að ég man ekki þessu. Þú veist, við vorum á Petersen, bara ég og vinkonum mínar og þú veist, ég get ekki talað um þetta og svo fara ekki að hlæja. Ég vil bara árétta ef við setja myndband þá ég styð ekki svona hegðun. Þetta var svolítið mikið. Já, en ég vil samt árétta, þú veist, þetta er ekki dæmi um það hvernig ég myndi vera if you piss me off, skilur, þannig var ég náttúrulega bara eitthvað undir áhrifum og var að reyna að vera fyndin, þú veist, það sem ég geri allan daginn, alltaf, er að reyna að láta fólk hlæja, af því að þá þarf ég ekki að vera í ykkur smóltólki eða eitthvað, skilur, af því að that's a fear of mine, að tala við fólk. En þú varst ekki að reyna að láta þá hlæja þessa? Nei, en ég var að reyna að láta vinkonum mín hlæja. Skilur, ég var búin að vera á fullu, við vorum 4 saman inn á klósti og það var eitthvað búið að vera að banka í hurðina og þú veist, þegar við erum 4 á klósti þá erum við ekki að fara að vera í 1 mínútu, við erum að fara að vera í 10 mínútur kannski. Sem er náttúrulega líka, þú veist, pirrandi ef einhver er að pissa á sig. I know, en já, og hann er eitthvað svona banka og svo verður þetta bara svona progressively meira aggressiv. Og hann er bara svona því væntanlega lengur af því að hann er að banka. Já, við vorum bara eitthvað svona að spjalla hann og við vorum eitthvað að vera finnar og taka fyndin snöpp og eitthvað, skilur, halló. Af hverju en að baði? Gerið það bara frammi. Ok, við vorum ekki svona lengi. Allavega, hann byrjar að sparka í hurðina og þá fæ ég nóg
og ég eitthvað svona, halda á þessu veski, ég eitthvað að tæta af mér allt sem ég að halda á því ég ætlaði að fara, ég sagði ég ætlaði að öskra á hann, og svo opna ég hurðina og ég labba út eins og sko gelitrött, þú veist, ég eins og skepna og ég labba út og ég tek nú 2 skref og ég með hendurnar einhvern veginn svona spenntar aftur, svona eins og ég sé eitthvað svona að fara að takast á flug og svo öskra ég bara hvað, og ég öskra bara þannig að þú veist, þú myndir ekki einu svona halda að þetta væri röddi mín, eða skilur við, þú myndir ekki vera eitthvað, já þetta er Elva og þú veist, ég vissi að vinkona mín myndi fara að hlæja og það er svo fyndi í vídeónu Anna Mari vinkona mín, hún dettur næstu að veggnum að því hún hló svo mikið og þú veist, þetta finnst mér bara svo fucking gaman. Þú veist, mér er alveg sama hvað þessum manni finnst mig, þú veist, og ég vil samt áreita það að ég var eitthvað svona, þú veist, bindbandið stoppar og þá er ég eitthvað aðeins að fokkast í strákunum, skilur ég labbaði ekki bara burt og þeir voru bara what the fuck is up with this biatch, sko, en þeir heldur það samt örugglega þótt að ég hafi eitthvað verið að fokkast í þeim eftir þetta, en ég er búin að horfa á þetta einu sinni, ég gat ekki horft þetta aftur ég hefði ekki í mér, sko, af því að fyrir mér þá sá ég bara eitthvað stráka sitja og ég skildi náttúrulega ekki, það vantaði smá backstory þegar ég horfði á þetta, en ég var bara, guð mig góður, ég vorkenndi þeim svo, ég skil alveg að þeirra að vera bankað og eitthvað svona, en ég var bara, hvað er í gangi og bara, hvað hljóp í þig, kona? Ég bara var að reyna að finna, þú veist, ég, sko, the amount of stuff sem ég hef gert, bara til þess að reyna að láta vinkonum mín að hlæja, er náttúrulega bara fáránlegt, sko. Þannig að þetta var bara one of those things, sko. Já, og takk fyrir að minnast á að ég hef verið svona góð í glasi. Almar í kassanum og Lóis undir glasinu. Eins og þið heyrðuð í introinu hef bara verið undir glasi, þannig að ég hef aldrei gert svona. Ég er algjör savage þegar ég er búin að fá mér nokkra. Að ég komið sögu það. Þú vilt. Þetta er líka alveg svona sýnir típuna sem við erum, svona no bullshit típa. Það var einu svona klipi í rassinn á mér. Og þetta var á Íslendinga djammi á Eurobasket í Finnlandi. Og þar var körfubolta fjölskyldan, góða, besta. Þið? Og bara öll. Og þetta var ekki Úlfur eða eitthvað að gigga í Finnlandi. Það var bara allir hana. Jú, ég var hana. Já. Og þarna ákvaði einhver Íslendingur sem ég þekki ekki og við þekkjum náttúrulega 90% af öllum í körfuboltafjölskyldunni, klípur í rassinn á mér í klósettröðinni, bara eitthvað ógeðslega random stað. Og hvað gerir þú? Best believe að ég leta hann bara finna fyrir því. Þú veist hvað, kildur hann það? Nei, en það var svona þröngu gangur og ég svona tek strax í hendina á honum og ég sný svona upp að veggnum og set svona hendina yfir, þú veist, heldur hann bara svona pinnan upp við vegginn. Bara hvað í fjandanum heldur hann sér að gera á nema ég, þú veist, blótaði örgulega betur og blótaði betur og ég veit ekki hvort ég vilji, þú veist, nafngreina en samt, ég veit ekki, þú veist, að því að það var strákur sem var bara svona, hvað gerði hann, þú veist, að því það var kannski smá íkt við bara við að klippa, en mér langaði bara að kenna honum, bara ekki gera þetta aftur, skilur þetta er ekki næs og ég pinna hann um veginn bara fuck, klippir það svona eitthvað svona, mér langaði bara svona publicly shame hann, skilur því að það má stundum og síðan bara sleppti ég honum, skilur og hann bara, eitthvað svona, fór með skottið með lappana eitthvað inn á bað og ég man ekki nákvæmlega hverjir voru hana en það voru svo strákar aðeins yngri en ég og Njarvík og þeir þú veist, held að hann hefði gert eitthvað miklu vera væntanlega af því að þetta var mjög svona mikil viðbrögð hjá mér og síðan því ég sagði þetta og þeir voru svo sjokkar þetta er svona ekki típur, þú veist, hann var alveg svona tilbúin að bakka mig upp, skilur, hann fór alveg beint í svona smá fæt, skilur og svo nei, hann kleip ekki rassinn á mér. Ó, ég held að vera að segja að hann hafi kleipið rassinn á þér, þess vegna var ég bara what the fuck. Nei, hann var með mér, þú veist, að bakkaðu upp. Þú veist, þú veist, hann var svona bregðast við með mér og síðan, þú veist, þegar ég sleppti honum þá var ég bara, hvað gerir hann, ég læg með þig, eitthvað svona og ég eitthvað svona, já og svona, svo sagði hann bara, hann kleip bara rassinn á mér og þeir alveg, ok og svo alveg, wow, hvað það vel gert hjá hann Já, hvenær var þetta ekki 2017, 18 bara á toppnum á MeToo-byltingunni? Jú, alltaf ekki. Þá mátti sko ekki maður horfa í mína átt og ég var farin að hvæsa sko. Eins og við ættum svo sem alltaf að vera. En já. Ég er mjög spennt að heyra hvaða prósentir svona kynja hlutfalli verður. Ég verð sjokkaruð ef það verður meir en 5% af kallmennum og þú veist, 5% verða þá, þú veist, pappi, frændur okkar, Gunnar,
Arnar. Já, Arnar, sjátt á Arnar, hann er spenntur að hlusta, hann sagði allan mig, kannski að ljúga, ég veit ekki. Hann er það. Já, hann er það, af því að hann elskar þig, þið eru náttúrulega twins, hann elskar mig líka, held ég, smá. En Gunnar, maðurinn minn mun hlusta, hann mun hlusta bara til þess að sko segja mér hvað við tölum lélega íslensku og svona. Doktor Gunnar. Ég leit að hlusta á klippuna sem múst að segja þessi fræ. Hvað sagði hann? Hann bara svona ránkóldi alveg augunum og að hlusta á þetta. Oh my god. Eftir alveg, þetta er gott. Já. Það var einhver sem kommentaði daginn að vildi fá Flóka í podcast og það væri gullnáma. Það væri ógeðslega fyndið, Lúisa. Ég veit það. Og líka, þú veist, ef ég hefði metnaðin í að gera eitthvað svona fyrir sjálf á mig, þá væri ég búin að vera með bara podcast í einu sinni í mánuði til að eiga bara í einhverju volt fyrir sjálf á mig, bara til að heyra röddina þeirra þeir eru lítil og svona, eins og ég voru að horfa á, þú veist, einhver memories í gær og ég og Gunnar varum bara grenjandi og hlátri yfir Marel að segja, þú veist, risaðela, hann gati ekki satt risaðela og svo sætt. Og þú veist, þegar ég var gömul og hef ekkert að gera, þá gæti ég alveg setið heilan dag að hlusta á börnum mín tala þegar hún lítil, skilur. Já. Og það er bara, ég er þannig steikt, þess vegna finnst mér. Já, en þú veist, ég held að ekki bara þú, ég held að alveg fleiri sem myndi gera það, sko. Ég veit að ég er að lifa bestu ár lífs míns. Oh my god, eins og kvótið sem að Andi var með í Office. Já, segð mér. Veistu ekki hvað kvóta er? Er það These are the good old days, eða eitthvað svona? These are the good old days now. We're living in the good old days. Ég er svona hyper meðvituð um það, ég er alveg svona toxic meðvituð um það. Af því að stundum er ég bara eitthvað grenjandi að hafa ekki notið einhver staks nógu vel að því ég var þreytt og það var góða dagur, skilur. Okay. Og ég svona með eitthvað mömvisku bit yfir að hafa verið pirruð á leiðinu heim eftir góðan dag, skilur. Sem að tryggar eitthvað í þér eftir. Já. No comment, ekki strax. En stundum er maður bara þannig, ég skil mömmu og pappa 1000 sinnum betur í dag heldur en ég gerði þegar við vorum litlar, skilur. Já. Við að vera eitthvað fucking fáitar eftir eitthvað langa daga sem að þau voru eitthvað að reyna að hafa ógeðslega skemmtilegt og við erum eitthvað að rífast aftur í eða eitthvað, skilur, bara eitthvað í alvöru stelpur, getið ekki bara að beðið með þetta eða fullt af svona perspektíf sem að kemur þegar maður er orðin foreldri, en á sama tíma þá getur maður samt ekki hjálpað, stundum ætla ég ekki að vera þannig að vera eitthvað þreytt og pirruð, en svo er ég bara þreytt og pirruð. Já, guð. And that's relatable, you guys. Hver er ekki þreyttur og pirraður allan tíman? Allan tíman. Þú ert það oftast og þú átt ekki svona börn, þannig að ég er sick and tired every day. Ok, my betrayal list. Getur við þýtt þetta eitthvað? Nei. Minn svikarlisti. Svikarlistin. Og svikar geta verið bara allt frá manneskjum, eitthvað sem þau gerðu eða hlutir eða bara allt milli heimis og jarðar. En ég ætla að byrja á að segja bara í rauninni líkaminn minn, ónæmiskerfið mitt og ganga með svo mörg börn. Eins og ég er, eftir þetta allt saman, er ég komið ógeðslega mikið ofnæmi fyrir hundum, alltaf meira og meira. Og eins og sást mögulega einhvern tímann á TikTokinu á mér, ég fekk ofnæmiskast akkurat þegar Gunnar var í Texas og ég var eins og fílamaðurinn og börnin gátu ekki hort á mig. Oh my god, já. Og ég var að drepast, sko, og ég var með all börnin í bílnum. Þú voru ekki líka nýflutt og eitthvað? Eða hvað? Nýflutt. Já. Gunnar sendur til Texas og enginn komin í skóla og ég var bara að missa vitið, ég var svo stressuð og þetta var svo erfitt og ég var að fá svona eitthvað, þú veist, eitthvað svona smá sjokk eftir flutningana og þá fæ ég bara eitthvað ofnæmiskast og ég svona í alvörinni var hrætt að keyra í Target að kaupa mér ofnæmislið og ég hélt í alvörinni að endurnárvörun mín var að lokast, ég hélt ég þyrfti bara EpiPen. Ég vissi ekki hvað næsta heilsugæslustöð væri, skilur, ég var svo hrædd, sko. Sedate me. Fór inn í Target og kom aftur út með lyfin og leit í spegil og ég var bara 7-falt stærri í andlitinu, ég var bara, hvað er að gerast? Þetta var ræðilegt. En svo líka inn í því sem er, þú veist, annars á öðrum staði í listinu mín eru tennuna mínar, þannig að það er bara fyrsta 20 mér núna. En ef að þið vitið þetta eða vitið þetta ekki, þegar maður er með barn í maganum og barn á brjósti, að þau taka svo mikið frá manni og hluti af því getur verið, ég held að sé kalki, þú veist, í tönnunum eða eitthvað, bara svona bókstallega getur komið fyrir að tennurnar skemmist mjög hratt og það hefur ekki verið gott að búa í Bandaríkjunum og vera ekki með tannlækna tryggingu af því að ég hefði þurft að vera miklu duglegri að fara og það kom að skuldadögum hjá mér, þannig að ég er bara svona korteri frá því að bara vera tannlaus bara. Ok, þannig að ég get ekki orðið ólétt. Tennurnar mínar eru literally búnar til úr frauðplasti, sko.
Já, við erum bara, genin okkar er ekki góð hvað þetta var þar, en þú mátt taka tvennt núna. Ok, þetta er ekki powerrankað, en það sem ég skrifaði fyrst voru kviðalíf. Kviðalyf fyrir kviðin. Virkaðu ekki að gera Nei, sixpack? ég fann kviðalíf til þess að fá sixpack og það virka ekki. Nei, kvíðalifin mín. Ég byrjaði á kvíðalifjum. Jú, höfðu yndislega áhrif á kvíða minn. Ég gat farið að sofa á kvöldin og vaknaði ekki með martraður og gat farið út í búð og allt svona sem ég fannst bara ómögulegt að gera áður fyrr. En veitir menn, Það keypti svo mikið í búðinni. já, ég gjörsamlega sprakk. Ég literally er búin að bæta á mig held ég svona 20-30 kílóum ári. Ekki á ári, þú varst jólin og varstu mjög fín. Nei, jólin var ég búin að þyngjast 16 kíló, sko. Frá því í ágúst. Og það er ekki eins og eitthvað svona stjórnfræðilegt. Hvað er að segja? Segja maður samt ekki eitthvað svona stjörnufræðilegt eða eitthvað? Stjarnfræðilegt. Þetta er ég að tala með að vera léleg í íslensku. Þú veist, what even was that, sko? What even was that? What even was that? Nei, þú veist, já, það er ekki eins og að hefði stjarnfræðilegar breytingar átt sér stað þarna. Þú veist, það var bara, ég byrjaði á kvíðalyfjum og þú veist, ég var eins og svona gubbifiskurinn í Nemo, svona blés bara út, þú veist, ég er ekki að grínast. Þú veist að tala um að þú hefði labbað inn í Target og þú hefði stækkað 7-falt í andlitinu, þú veist. Ég fór að sofa, skilur, og ég vaknaði 7 kílóum þyngri, þú veist, bara á einni nóttu, skilur. Þannig að núna er ég hætt á kvíðalyfjunum af því að ég nenni ekki að vera feit lengur. Það er ekkert að því að vera feitur, by the way. Eitt hérna, Nei. ég er ógstof bara svona, oh my god, já, ég er orðin svo feit og fólk er eitthvað, þú veist, þú er samt svo sæt og ég svona, ég var ekkert að segja ég var ljót, sko, þú veist, þú er samt svo sæt og fín og svona, ég er svona, mér finnst ekkert neikvætt að vera feitur, mér bara langar ekki, eins og ég núna er í körfubolta, mér langar ekkert, mér langar að geta hlupið upp og niður vellina eins og vera gjörsamlega að deyja. Sem er líka alveg í lagi. Já, þú veist, Það er ekki fitufordómar að vilja vera í formi og vilja vera, þú veist, og ég get alveg viðurkennt að ég er ekki með neina fitufordóma gagnvart öðru fólki, en fyrir sjálfur mér þá er ég bara mestu fitufordóma seggur sem til er. Ég er alveg eins, sko. En bara fyrir mig. Já, ég er alveg eins. Þú veist, allir aðrir bara you do you, en þegar ég bara horfa sjálf á mig þá bara this is not okay, og það, þú veist, ég bara viðurkenni það og það er ekki gott og, þú veist, já, hold my hand. Mér langar bara ekki að vera feit, en það þýðir ekki, þú veist, að ég dæmi fólk sem er það eða langar að vera það eða eitthvað svona bla bla. Þú veist, mér er alveg sama hvernig fólk er. Mér langar bara að vera heilbriðari og líða betur í okkar líkama, það er alltaf lægi að segja það. Ég vil samt bara árétta að ég vil ekki að þetta láti neina líða illa yfir, þú veist, sjálfu sér, út af við erum bara, þú veist, alls ekki, þú veist, við erum bara að opna okkur með hvernig við erum. Já, þetta á ekki við neitt nema mig og hvað mér finnst mig. En núna sem bara að taka þetta fram tvísinum í báðum þáttunum og kannski setjum þetta svona á ís í ískapnum. Að ég sé feit? Við erum ekki að fara að tala um það í hverju þætti að við séum feitar. Nei, en ég er bara að segja, þú veist, þetta er alveg komið þangað með mig að ég fór til læknis og hann var bara, já, það eru lyf hérna sem heita Wegovy. Ég var bara, já, erum við bara þar? Þú veist, er ég bara orðin sjúklingur, eða skilur þú veist, þetta átti ekki að vera svona langt umræðefni, þetta er bara, þú veist, kvíðalyfið mín, bara ég fór á kvíðalyf til þess að minnka kvíða, en ég bara, kvíðin minnkaði en ég feitnaði, skilur þú veist. Fekst nýjan kvíða yfir hvað varst að stakka? Fekk fetu kvíða. Thanks for nothing. Og annað var loka þátturinn í Game of Thrones. Eiginlega loka serían í Game of Thrones, en loka þátturinn. Hvað? Hefur þú hort á Game of Thrones? Já. What the hell? Þeir var þunglind. Þeir var bara upp í rúmi. Var það góð blanda? Já, ok. Já. Þú? Ok. Ég er með 2 menn. Ok. Not all men, en á betrayal-listinum mínum er Brad Pitt, af því ég hafði svo mikla trú á honum og Jennifer Aniston og síðan, þú veist, náði hann mér aftur á sitt band með Angelina Jolie og svo bara aftur fáti, þannig að bless. Drake, ástæðan fyrir því er að fyrir 12 árum, það er bara á miðstigi í grunnskóla, þá fór ég á Wireless tónleika hátíðina í London og Drake átti að vera annað kvöldið og hann lenti ykkur í vísavesinni eða eitthvað, cancela allavega. Já, það var ekki gaman og Kanye var 2 kvöld í röð og
tók nákvæmlega samsett og kvöldi áður, þannig að það var svona, þú veist, jú, alltaf lægi að sjá Kanye tvisvar en samt ekkert spes. Næsta, þú mátt. Ok. Annað á betrayal list hjá mér er þegar ég er svona búin að ákveða eitthvað, eins og núna er ég til dæmis djám á laugardaginn og ég er með ákveðið fitt í huga, outfit, og þú veist það smellpassar saman inn í hausnum mínum. Já. Og svo þegar þú ferði í outfitið sem þú ert búin að svona sjá fyrir í hausnum og það er bara ekki málið. Heartbreaking. Betrayal, sko. Og svo var ég líka með þegar make-upið er ekki make-uping. Þú veist, ég mála mig alltaf eins og stundum er þetta bara ekki málið. Þótt ég sé að nota sömu vörur, sömu busta, andlitið mitt er eins. Já, sástu hvað gerist á ammælinu mínu? Ég var búin að nota alltaf sama. Já. Svo allt í einu bara eitthvað, setti kontúrstykkið og það var eins og ég væri með make-up remover. Ræðilegt. Á mínum betrayalist er fólk í Bandaríkjunum. Bara allir? Nei, sérstaklega fólki sem gat ekki hugsað sér að kjósa konu fyrir ári síðan. Já, lífið væri mögulega aðeins bjartara ef að hún væri við stjórn þáttur að hún sé ekkit fullkomin, en það er kaos hjá okkur og mjög steikt að búa hérna. Ég er með annað varandi föt. Það eru föt sem eru geða flott á slánni. Bara geða flott. Já. Og svo mátar þú þau og þetta er allt í einu bara ógisleg flík. Þú veist, ég var í Danmörku daginn og ég fóð með svona 12 flíkur inn í mátunarklefa í Urban og það voru allar flottar flíkurnar. Og ég var bara að byrja að svitna inn í mátunarklefanum að því var bara, what the fuck is this? Ég literally held bara okkur geðveikum jakka og svo fer ég í hann og það er eins og ég sé kuldagalla eða eitthvað. Þú veist, ég bara svona, ég fatt þetta ekki. Og svo því ég fer úr hann aftur þá bara svona magically verður hann flottur. Hefur ekki lent í þessu? Jú, þetta er mjög pirrandi. Ok, svo er ég með annað sem er hárið mitt. Út af því að ég hef oft sagt að ef að hárið mitt væri barn, þá væri barnaverndarnefnd komin inn í málið. Út af því ég neglekta hárið mitt af öllu sem ég sé um. Ég er geðveikt upptekin af, þú veist, öllu make-upi sem ég nota, öllum húðvörum, þú veist, fötum og jari. Hárið mitt, elsku besta hárið mitt, ég pæli ekki í því. Þú veist, ég kaupi bara ódýrustu sjampóið, ódýrustu oljunar ef ég sitt olju. Ég er líka svona þegar ég er að tala um að fara á djammið eða fara í ammæli eða, þú veist, jólunum. Ég geri ekkert við hárið á mér. Þú veist, ég fyrir sturtu og svo læti ég að þotna og svo hendi ég því bara upp í snúð. Þú veist, á meðan að gælur eru bara með Dyson Airwrap, bara eitthvað voða slöngulokkar eða slétta það eða slöngulokkar. Gera eitthvað við hárið á sér. Ég er bara, jæja, þú veist, og hvað þá þegar kemur að fara í klippingu? Ég klippti hárið mitt bara sjálfum daginn bara út af því endarnir voru svo slitnir og nú er það bara, þú veist, sikk-sakk skilur, þú veist, og endarnir eru ógislegir og eitthvað. En þegar ég var skrifin á betrayalista í gær, þá bókaði ég mig í klippingu af því að það er komið svona kannski 10 mánuðir sem ég fór í klippingu. Þannig að ég er að fara í klippingu á morgun. Yay. Ok, næsta hjá mér er TikTok algoritminn, þú veist, fyrir þá sem er að posta. Það er eins og að eiga í sambandi við einhver svona messy, needy, fyrirrandi kærustu eða kærusta. Út af því að stundum posta maður bara, þú veist, ógeðslega svona konsistent af því að maður þarf að vera konsistent og eitthvað svona og heldur því bara áfram og eiginlega alltaf ógeðslega skemmtilegt þegar maður er að vinna með svona samstörf og eitthvað. Þá bara, nei, nú færðu bara enga dreifingu og ég var kannski klukkutíma að koma með 100 likes, ekki 100 likes, 100 views og það bara, maður gerði ekkert öðru sig, ekkert breytt og er ekkert eitthvað off og kemur ekkert upp eitthvað svona report ef maður er að skoða hvort það sé eitthvað í vídeónu sem maður er eitthvað að og já, ég hef alltaf bara eitthvað svona reynt að harka mig gegnum allt en núna örgulega bara því að við erum að vinna í þessu þá er ég bara eitthvað, ég nenni sig ekki lengur en ég mun alveg að halda áfram að posta þar skilur en gott að vera komin hérna til að ranta. The influencer problem. Já, svo næstur á lista er Snorri Másson. Ekki það má alveg skipta um skoðun og svona og kannski mun ég skipta um skoðun einhvern tímann ef hann skiptir aftur um skoðun en ég man eftir að sé svona einhver tweet frá honum fyrir mjög löngu síðan og ég hefði vilja þá útgáfa á honum á þing segi það bara. Já. En hann er kannski bara in his villain era right now. Svo náttúrulega er ég með kallmenn bara alla eiginlega. Já, ég var að bíða þetta þessu. Já, bara þú veist já, ég þarf ekki að útskýra það. Og númer 2 er þegar gælur er að reyna að vera hot á djamminu. Ok. Þú veist, út af því að eins og ég segi bara þú veist, ég þóla ekki því ég pæli bara það lítið í gaurum to begin with en þegar gælur eru eitthvað svona að reyna að vera eitthvað heitar á dansskólinu eða eitthvað, þú veist
ég þóli það ekki. Nei, bara að segja, þú veist, á meðan ég og vinkonum mínar erum literally bara í Gangnam Style keppni, skilur við. Á meðan einhverju stelpur eru eitthvað að tvörka eða, þú veist, sleikja á sér varirnar eða eitthvað svona, eitthvað svona, Sleikja á sér varirnar. En ekki þú að byrja að þátt eitthvað að allir eiga að fá að vera svo þeir eru og svo ert þú bara að það er gælur að vera að heita. Já, mitt point er að þú veist, þú mátt alveg hafa skoðun á því, en þú veist, ég hef alveg skoðun á hinu og þessu og mjög sterkar skoðanir, en ég er ekki að labba upp að þessum stelpum sem reyna að vera heitar og vera bara, hvað actually er það reyna að gera? Eða eitthvað, skilur við. Ég segi bara ekki neitt, en þetta fer í... En þú ert að segja núna, það er ég að segja. Já, af því að við erum að gera podcast þetta. Hættu þessu. Ég myndi aldrei kommenta, þú veist, ef að gælur er eitthvað að reyna að vera heitar á TikTok og taka eitthvað, þú veist, eitthvað voða eitthvað TikTok fyrir djammið, þú veist, þá er ég ekki eitthvað actually, þetta fer ógeðslega mikið í tjóðunar á mér finnst þetta frekar aðsnalegt, skilur við. Það er sem við tala um. En það þarf enginn að fá eitthvað bakþanga á dansskólinu eða segja Elvi Falls. Nei, ég er ekki að fara að segja neitt, sko. En ég vil þá heldur ekki að þau séu að fara að segja eitthvað um mig þegar ég er að taka, þú veist, Gangnam Style eða bara leave me be, sko. I'm doing my thing here. Mér langar bara að nefna að mér datt strax í hug stráka. Þegar þú sagðir þetta, þá sá ég hann bara fyrir mér standandi eitthvað, þú veist, eitthvað kall, þú veist, algjörkall. Og veistu hvað, ég get líka verið ókslega aðsnaleg. Og það er bara alltaf leið, við getum öllu verið aðsnaleg. Hjá mér eru blæðingar. Af því að hvað meinaru að ég sé búin að eignast 3 börn og ég þurfi ennþá að vera mánaðarlega að fara á blæðingar þangað til ég verði 40 og eitthvað. Í alvörunni, þetta er galið og í hvert einasta skipt sem ég byrja, þá er ég bara eitthvað, af hverju er ég ekki að heyra á hverjum einsta degi af einhverjum konum að byrja á blæðingum og ég geti sagt bara samryggist af því að okkur tölum við ekki meira um þetta, þetta er galið og þetta er ógeðslega erfitt og ef þú ert á blæðingum núna þá bara power to you af því að þetta er ógeðslegt og ég verð alltaf veikar og veikari og ég veit að það eru örugglega með eitthvað játskort sem ég þarf að fara að skoða núna en núna er bara eitthvað fyrstu einu hálfu dagurinn bara er ég hræðileg allavega. Já, sæll. Það fara í lægnám. On that note, þá finnst mér líka smá svona ef að ég til dæmis mun aldrei verða ólétt eða ætla ekki að vera ólétt eða eitthvað af hverju get ég þá ekki bara fengið að velja hvort að ég fari á túr eða ekki. Já, af hverju er þetta bara ekki rannsaka meira bara konur in general, ég þóla ekki allavega, næsta hjá mér er genablandan sem ég fekk frá mömmu og pappa. Fyrsta pannukakan er alltaf verst. Ok, veistu hvað þið hinnar eru litlar, ég er allavega með smá hæð alveg 1,66 cm. Last með hæðina, to be honest. Ég er 1,66 cm en ég er með jafn stóra fætur og hendur og pappi, þú veist, af hverju í anskotanum er ég skóstar 42. Spurning. Og með, ef þið eru að horfa, sjáu hendurnar á mér. What the actual hell? Af hverju þarf ég að vera með svona stóra hendur? Þegar ég fyrir neglur þá er ég bara eitthvað að horfa á þetta, það er eins og kallmaður að hafa farið í neglur. Að samkynhneigt fólk getur ekki búið til barn. Saman. Já, ég er að tala um það. Ég er væntanlega að tala um það. There's layers to this. Þú getur alveg farið og gert barn með einhverjum homma. Þá getur samkynhneigt fólk búið til barn. Já, en hættu, þú veist hvað við. Ég veit það, fyrir ekki. Ég bara segja, þú veist, það er bara eitthvað svo leðilegt þegar vinkonum mínar eru bara svona, oh my god, já, barnið okkar, við erum bara 50% ég og 50% þú og ég er bara svona, hversu sad er að það sé ekki búið að finna einhverja leið til þess að búa til 50% mitt barn og 50% Helmu. Af hverju þarf einhver maður út í bæ að eiga eitthvað í barninu mínu? Já, ok, flott. Og svo er hitt. Nei, mér langar alveg að ræða þetta meira, en mér langar að geyma þetta og það getur kannski sér þætti að því að ég er alveg forvitin að vita, þú veist, pælingar með þetta, en ég ætla ekki að ræða það núna. Já, hægri hliðin mín. Af því að vinstri hliðin mín er sko, hún er svo mikið betri að mér langar stundum bara að blörra helmingin andlindinu mínu þegar ég tek myndir af mér. Þegar að ég og Telma tökum myndir saman, við erum báðar með betri hlið vinstra megin, þannig að þá stöndum við alltaf svona. Ok, mér finnst það fáránlegt, sorry. Já, en þú veist, við erum báðar bara þrjóskar og við viljum hvorugar vera á verri hliðinni, þannig að við erum báðar einhvern veginn bara svona. That's insane. Ok. En það er Aisha Curry, ég tengi alveg við hana. To a point. Ef þið viti ekki, þá er hún, þú veist, gift bara, þú veist, einum af bestu körfuboltaleikmönnum í heimi og öll viðtöl sem hún fer í, þá er hún alltaf bara eitthvað að gera lítið úr honum. Það má ekki hrósa honum við hana og þá bara skýtur hún hann niður eins og hún, þú veist, sé eitthvað miklu betri og ég og Gunnar alveg eigum svona, okkur finnst þið bæði vera svo dugleg, skilurðu, en ef einhver myndi segja við mig eitthvað alveg, hvað, Gunnar bara búið með doktorsnám, þú veist, þá myndi ég ekki vera eitthvað að svara,
já, veistu hvað, ég er ógeðslega dugleg. Mm. Þú veist, það er fucking fáránlegt og ég myndi svara þannig. Já. Þú veist, alltaf ef einhver segir svona, þá er ég bara eitthvað, já, þú veist, það er bara ótrúlegt, skilur, bara hann er ógeðslega duglegur og svona, og þá segir fólk náttúrulega yfirleitt eitthvað, já, þú veist, hann gæti þetta ekki án þín eða eitthvað svona blöða, skilur. En pældi ef ég væri alltaf bara eitthvað, já, þú veist, hann gæti þetta ekki án mín, þú veist, eitthvað svona, þú veist, ef að fólk horfir og klippur, þetta er galið. Já, it's weird. Ég ætla bara að segja síðasta. Okay. Ég ætla að segja IKEA í Bandaríkjunum og það er aðalega af því að ég vildi óska þess að ég geti keypt, þú veist, pizzadeig og að maturinn væri líkari, þú veist, í mötuneytinu. Já. Sem hann er ekki. Og, þú veist, kjötbólun er ekki af góðar hérna og allt þannig. Ég er mér í Hönnu. My God. Það er bara út af því að einu sinni var ég mætt til Boston. Já, ég má gleyma. Jöp, fekk það í gjöf að fara til Boston og tónleika mér í Hönnu og hún var búin að gefa út að A$AP Rocky, þetta var áður en þau byrjuðu saman, sko. Að A$AP Rocky myndi vera koma líka. Svo að maður bara mættur og bara daginn fyrir tónleikana þá er svo cancelað. Og hún hefur örugglega bara ekki haldið tónleika síðan eða eitthvað, sko, þú veist, eða hvað þá gefið út plötu eða eitthvað, þú veist, það er líka alveg ástæða af hvernig hún er þarna, þú veist, halló, hættu að vera ólétt og bunga út börnum og geða út lag eða eitthvað. Samt, my queen. Hún er alltaf queen, en þú veist, þetta er betrayal, sko. Líka bara þegar maður veit hvað hún væri búin að gefa út góðu lög ef hún væri að því. Svo er ég með 2 punkta sem eru eiginlega sami punkturinn. Þess að fólk sem ég veit að eru bad eða með bad intentions en aðrir vita það ekki en ég hef ekkert þess að sanna það annað en bara the feeling I get around them. En samt líka þegar það sanna sig og ég er kannski búin að segja 1 til 2 bara svona, ég veit ekki alveg, þú veist, veit ekki með þetta I told you so momenti er svo gott. Já. Það er punktur númer 2 eða svona eiginlega punktur númer 2 það er svona, ég segi það eitthvað þegar ég er svo eina sem að sé í gegnum eitthvað og ég lít út fyrir að vera mest á tussan þegar ég segi eitthvað út af því að þú veist ef þú segir eitthvað við aðra því fólk er bara eitthvað, nei, byrju, hún hefur alltaf verið óslega næs við mig og ég er bara svona, just wait for it, skilur. Já, eða þá að sé, þú veist, svona eitthvað manipulation í því að vera næs við. Já, eða það, skilur, maður er bara svona, já, þú veist, hún er næs við þig af því að þú hefur eitthvað fram á að færa fyrir hana eða eitthvað þannig, sko. Já, eða mikilvægt að hafa í sínu hotni eða eitthvað blá. En já, þú veist, mér finnst, að því að við tala þetta áðan, þú veist, þá finnst mér ég alltaf sjá í gegnum alla á undan mjög mörgum og svo kemur það yfirleitt í ljós, þú veist, það kemur eiginlega alltaf í ljós, the true colors hjá fólki og þegar það gerist þá er maður svona Já. Bara I saw that coming from a mile away, sko. En á meðan því stendur þá er ég samt svona tussan sem að sér ekki það besta í öllum eða eitthvað svona þannig, þú veist, ég veit ekki hversu oft ég verið bara eitthvað, já en ekki fókus á það neikvæða eða eitthvað, maður er bara svona, actually, jú, að þetta neikvæða er actually mjög slæmt. Þú veist, mér er saman þú minnur Hrafnistu, skilur, hún er samt ennþá narsissisti. Fattar þú? Eitthvað þannig. En við erum svo mikið að fókus á þetta, þetta sé bara allt lífið okkar eitthvað hunting down the narcissists out there. Ef ég myndi fá borgað fyrir það frá einhverjum, þá myndi ég sko ándjóðs vinna við það. Vá, við gætum kannski unni við þetta. Já. Það eru þjónusta að lesa í orkunni á fólki. Við erum allan góðar í þið. Já. Góðar í þið. Fengum það í veggugjöf. En ef við segja þetta gott. Já. Þetta verður okkur langur þáttur. Ekki það að ég klifti hinn úr sko 70 mínútur niður í 30 eitthvað sko, þannig að já, það er alveg. Við vorum oft alveg vel boring sko. En svo er líka, ég alveg erfitt með það því að oft á TikTok, eitthvað sem ég finnst ógeðslega boring og ómerkilegt, en ég er svona, kannski hefur einhver gaman að þessu, þá er það bara eitthvað popping off. Já. Þannig ég er líka með svona ógeðslega skakka myndað í hvað er að virka og hvað er ekki. Kannski er ég bara að kött eitthvað út sem einhverjum þetta ógeðslega sniðut eða eitthvað. Já, ég veit. En til að loka þessu þá bara mælum við með ef að fólk er ekki komið inn á kannski Facebook-grúpuna, allir líka getum verið inn á Instagraminu, en við erum líka búið til TikTok og já, bara gaman að búa til smá samfélag. Og svo mæli ég með töst svo þessi ekki að góla á menn sem að banka á klósetti hjá okkur. Já, en svo líka bara alltaf að góla á menn þótt þið séuð að drekka töst. Meira gól, færri menn. Takk fyrir að hlusta.
Nei, en samt það verður geggjað að fá kannski þráð inn á Facebook-grúpuna af mönnum sem að hlusta og þá gólum við ekki á þá. Já, Og reynum að fá sem flesta menn til að hlusta og þá eru þeir in the clear. já. Það verður geggjað. Þá eru þeir certified goal free. Goal free. Goal free, ef ég segi það á förnum vegi. Ok. Love that. Love that for them. Hjartans þakkir allir saman. Þáttu 2 er loksins búin. Fucking hell.